Já, við ætlum að fjalla menningu, ekki veitir nú af. Við reynum það nú svona alla jafna við rauðaborðið í einhverju mynd að fjalla menningarmál. Og að þessu sinni þá ætlum við að beina spjótum að Hörpu, sem heitir Harpa, ekki Harpan. Hún ekki með ákveðnu greini. Við ætlum að fjalla það að eftir 2 daga verður haldinn viðburður það sem mætti kalla Hörpu áhrifin. Það er að segja hvaða þýðingu tónlistar- og ráðstefnuhúsið Harpa hefur fyrir samfélagið. Og til að ræða þetta mál eru komnir 2 góðir gestir, Svanhildur Konráðsdóttir, forstjóri Hörpu, ertu velkomin. Takk fyrir kærlega. Og Ágúst Ólafur Ágústsson, hagfræðingur. Takk. Velkomin. Byrjum á þér, Svanhildur. Þið hafi verið að kynna rekstra niðurstöðu sem hvað svo jákvæðasta sem hefur orðið. Já, við vorum aðalfund bara fyrir réttri viku síðan og þá fékk ég það gleðilega hlutverk að kynna besta rekstrarár Hörpu frá opnun. Já. Við erum svona nálgast táningsaldurinn, verðum 14 ára í vor. 14 ára í vor. Þannig að það lagðist bara allt með okkur á síðasta ári, var mikið umfang í viðburðahaldinu og þannig að þetta var alveg sérstaklega ánægilegt og það sem var kannski óvenjulegt var að þetta var mjög sterkt svona tónlistarár. Já. Yfirleitt það þannig að svona framlegðin og tekjulega séð það sterkara fyrir húsið eða mjög mikið af ráðstefnum og viðlíka viðburðum. Já. En nú gerðist það að tónlistin var mjög fyrirferðarmikil. Var hún stærri heldur en tekjurnar á ráðstefnu? Hún var ívið, heildartekjur voru ívið hærri, viðburðafjöldin var meiri, en svo má alveg segja, varandi ráðstefnu tengdu viðburðina, þá er 1 + 1 ekki endilega 2, af því að Arctic Circle telst 1 viðburður og 4 manna fundur telst líka 1 viðburður, þannig að tölurnar svona í því tilliti segja bara hálfa söguna. En niðurstaðan er þessi að við vorum með mjög fína EBITu. Svo er reyndar módelið okkar þannig að við erum með einhverja 430 milljónir í afskriftir af þessari risastóru fasteign og þess vegna nú rekstra niðurstaðan í örlitlum mínus. Já. En sýnir okkur að þetta er gerlegt ef allt leggst með okkur áfram. En þið fáið opinbert fé til rekstrar? Við fáum rekstrarframlög frá eigendunum sem er Íslenska ríkið og Reykjavíkurborg. Já. Ríkið er aðeins með stærri hlut 54% og borgin 46% og samanlagt eru þetta 600 milljónir á ári sem að koma til þess að viðhalda fasteigninni til þess að sinna þessu menningarhlutverki. Er það þó ekki meira? Nei, þetta eru þetta miklu peningar samt. Þetta eru mjög miklu peningar. Já, ég held að það væri enn meira. Við allavega erum þessa brjáluðu starfsemi sem er alltaf í húsinu. Já, þetta eru 1400 rúmlega viðburðir á ári. 1400 viðburðir? Og þar að veru rúmlega 700 sem eru listviðburðirnir. Og svo erum við líka, Harpa náttúrulega er borgartorg undir þaki, þar sem eru þessir opnu, aðgengilegu ókeipis viðburðir sem við leggjum sífellt meira upp úr og skila sér bara í aukinni ánægju og aukinni aðsókn að húsinu. Er þetta ekki einna fyrstu viðkomustöðum mjög margra ferðamanna? Þetta er allavega, ég myndi segja fjölsóttasti einstaki svona áfangastaðurinn í Reykjavík fyrir erlenda ferðamenn. Já. Þannig að við sjáum það alveg á því svona þegar við erum að mæla til dæmis á ferðamálastofu og öðrum svona hvert fólk fer að Harpa er þar nánast efst á blaði með Hallgrímskirkju auðvitað. Og þetta er staður sem að ferðamenn koma, taka myndir, dásta að húsinu og vonandi í vaxandi mæli fara á viðburði. Má segja að bölbænir hafi fyllt þessu húsi í upphafi? Eða var meiri góður hugur af því að maður las svona alls konar fréttir þar sem fólk talaði niður að við þyrftum ekki svona stóran sal og svo framvegis. Harpa er náttúrulega draumur sem rættist. Þannig að það voru sannarlega góðar óskir sem fylgdu húsinu í upphafi og mikil barátta og mikið hugrekki og stórhugur í rauninni hjá öllum sem að máli komu. Má ekki þakka það spillingu? Nei. Byrjar þetta ekki bara sem afurð eitthvað geðveiks efnahags ástands og er þetta ekki bara eitt dæmi það við vorum heppin? Ég myndi orða það þannig, opinberu aðilarnir Ríkjuborg tóku sér saman og komist að þeirri niðurstöðu að þetta væri skynsamlegt og það þyrfti að byggja tónlistarhús og borgin vildi byggja alþjóðlega ráðstefnumiðstöð og lagði til þess lóðina og svo framvegis þannig að sameinast þessir aðilar verkefnið.
Það alveg klárt að stórhugur enga framkvæmdar aðilans, að því upphaflega átti þetta að vera enga framkvæmd í samvinnu við Ríki og borg. Stórhugur enga framkvæmdar aðilans, þar sem að Björgólfur heitinn fór fremstur í flokki, skilað okkur því húsi sem við njótum í dag. Og því má aldrei gleyma, bara fyrir það ber að þakka. Og svo þetta var það mjög svona, ég myndi að segja hugrökk, pólitísk ákvörðun sem var tekin eftir hrunið þegar Ríki og borg fá verkefnið í fangi og þau ákveða að halda áfram. Og það auðvitað það sem við erum að fara svolítið að kynna eftir 2 daga þó að markmiðið með úttektinni sem við erum að fara að kynna sé ekki að horfa aftur í tíman og skoða einhverja fortíð, heldur meira að horfa til framtíðar. En þá kjarnaspurningin þessi, sko, var það góð ákvörðun og arðbær að byggja þetta hús, en það sem meira vert, það góður business að reka það áfram. Akkurat, þá komum við að þessu hugtaki sem notaði í inngangnum hörpu áhrifin. Hver eru hörpu áhrifin? Og eigum við þá að vinda okkur til þín, Ágúst Ólafur. Er það ekki rétt skilið hjá mér að þú hefur unnið, þú hefur leitað svara við spurningunni fyrir þau? Jú, Harpa hefur frumkvæðið því að leita til rannsóknarsetu skapandi greina sem rekin af öllum háskóluna á Íslandi. Og síðan leita rannsóknarsetur til mín að gera þessa skýrslu sem við erum núna að fara að kynna til 2 daga og hvetjum alla áhuga sama að koma upp í Hörpu og fylgjast með því. En hugmyndin þar að líta svolítið á hið hagræna fótspor Hörpu. Það óumdeilt hið menningarlegt gildi Hörpu. Ísland menningar þjóð og ég bara sem betur fer þá fórum við þessa vegferð að byggja Hörpu og klára Hörpu. Við sjáum það ef við lítum fyrir utan þessa skýrslu að þá Ísland sú þjóð í Evrópu sem ver mestu fjármunum í menningarstarfsemi. Það svo? Það svo. Við erum Evrópumeistarar þar. Að samaskapi ef við lítum á opinber útgjöld, þá erum við samaskapi í fyrsta sæti. Við erum menningarþjóð og við viljum vera menningarþjóð og Harpa alveg líkil hús og starfsemi sem fylgir henni í þeirri mynd, í þeirri sjálfsmynd. En ef við lítum á þessar skýrslu sem við erum að fara að kynna núna eftir 2 daga miðvikudaginn, þá það þessi efnahagslega ávinningur. Auðvitað það samfélagslega ávinningur þar fyrir utan og menningarlegur, en ef við lítum bara á svolítið svona því þrönga sjónarhorn hagfræðingsins, þá alveg kristalljóst að sú starfsemi sem á sér stað og má rekja til Hörpu borgar sig. Verðmætasköpunin, við skoðum það í fyrsta lagi, það þessi virðusauki, það vinsluvirði að kallast líka á hagfræðitungutakinu, en það þessi efnahagslega ávinningur sem við getum rakið til starfsemi Hörpu beint og óbeint og afleitt. Þannig við höfum svolítið svona breið gleru. En við einhver síð þá erum við að styðja eftir svona alþjóðlega aðferðafræði hvað þetta varðar. Við erum ekki að finna neitt upp hjóli hér, við sjáum að svona úttektir að vera gerðar á óperuhúsinu í Sydney, við litum talsvert mikið til tónlistarhúsins í Bristol í Bretlandi og svo þessi þekktu áhrif eins og Guggenheim áhrifin, Bilbao áhrifin, Hamborgar áhrifin af tónlistarhúsin í Hamborg í Þýskalandi og nú erum við að innleiða þetta hugtak Hörpu áhrif og það þessi verðmætasköpun sem við erum bara búin að reikna upp á punkt og prik sem felst í þessum virðisauka en samaskapi einnig störfin og svo það skatttekjurnar. Getur þú nefnt mér einhverja tölur? Já, ég get nefnt tölur. Ef við skoðum beinu og óbeinu og aflautu áhrifin, verðmætasköpunin, efnahagslega ávinningur, þá hann metinn að það byrja 10 milljarðar króna. Það þessu Hörpu áhrif sem við erum að tala um. Þetta 5 sinnum meira heldur en rekstrakostnað Hörpu 5 sinnum meira. Ef við förum síðan í störfin, það 270 beinstörf sem á rekja til Hörpu. Það starfsfólk Hörpu, það listamenn sem taka þátt í að setja upp viðburðin í Hörpu, það ráðstefnuhaldararnir, það líka symfóníuhljómsveitin sem stór aðili inn í húsinu, það þessi klassísku beinstörf, það 270 störf, en síðan notum við aðferðafræði sem kallast margfaldarar og þá getum við reiknað út hinn óbeinu áhrifin, til dæmis á ferðaþjónustuna, á listsköpun og skapandi greina fyrir utan Hörpu, á alls konar stóðvinnu, tæknivinnu og svo framvegis. Þetta hefur svo mikil margveldist áhrif. Og þá sjáum við það að það byrja 650 störf má rekja til þeirra starfsemi sem á sér stað innan Hörpu. Það ekkert annað. Og þetta gríðarlega há tala. Bara fjöldi óbeina starfa meiri heldur en til dæmis
maður þarf alltaf að setja allar tölur í samhengi, meiri heldur en allur starfsmannafjöldi CCP á Íslandi til dæmis, sem mjög mikil. Þannig að þetta eru afskaplega jákvæð tíðindi. En síðan það kannski þriðja tala sem ég vil draga fram, það eru þetta skatthyggjurnar. Skoðum þær, við reiknum það eru það 9 milljarðar sem á rekja frá Hörpu í beint í ríkiskassan. Og þetta, út af svo hann nefndi, eða árlega því sérstaka árlega rekstrarframlag, 600 milljónar. Þetta er 15 sinnum hærri upp að heldur nemur þetta sérstaka rekstrarframlagi sem ríki og borg setja í Hörpu til að hún geti með við það haldið sínu starfsemi og gangandi. Þannig að aftur sjáum við hvað borgar sig fyrir eigendur Hörpu sem eru ríki og borg að styðja hressilega bak við starfsemina. Og þetta er ekki bara svona niðurstöða sem að maður eins og þú kemst að af því að þú fyrir borga fyrir að búa til skýrslu og skila jákvæðri vinnu. Þú verð þetta allt saman með formúlum og tölum. Já, og þessi niðurstöða er bara algjörlega í synki ef við má sletta við þessa fyrirmyndir sem við erum að styðast við. Þannig að þetta er bara starfsemi sem er bara vítamínsbrauta, ekki bara í menningarstarfsemi en líka í efnahagslíf landsins, sem má segja. En svo er þetta alls konar önnur áhrif, bara áhrif á eins og ég gat á skapandi greinar, á bara fagmennsku og tækifærin og við tölum við fjölmarga listamenn og þeir tölum bara svolítið lífið fyrir og eftir Hörpu. Og við erum með nokkuð svona ummæli þessar viðmælenda að hvað bara innkoma Hörpu 2011 breytti miklu fyrir tónlistarlífi, fyrir skapandi greinar, fyrir ráðstefnuhaldið. Ég ætla bara að segja eitt hérna svo ég slepp orðinu. Við sáum hvað ráðstefnuhaldið gjörbreyttist. Voru fjölmargir viðmælendur okkur sem sögðu að við gætum í raun ekkert haldið þessar risa ráðstefnur. Svo hann nefndi Arctic Circle sem er 2000-2400 manns, 70% af því kemur að utan. Við gætum ekkert haldið svona veglega ráðstefnur á Íslandi nema við hefðum Hörpu. Evrópuráðsþingið, heimsþing kvenleiðtoga, stórar heilbrigðisstéttar halda ofsalega veglegar ráðstefnur. Þetta er bara algjör game changer, önnur sletta fyrir þennan iðnað á Íslandi. Og það er ekki nóg með þetta, heldur eru haldin íþróttamóti í Hörpu, vissir þú það? Við Britsarar, við höldum íþróttamóti. Og skákinn og eitt og annað. Þannig að það eru margar vistarverur sem að rúma þetta mikla fjölbreytni. Ég ætla bara að taka undir þetta er frábærlega vel unnið hjá Ágústi, en það sem að við, og ég lagði ríka áherslu á strax í upphafi, að við höfum engan áhuga á einhverju svona heimasömuðu. Einhverju sem væri sérstaklega búið til þannig að við getum sýnt einhverja fínar tölur og í hverskipti sem að væri eitthvað álitamál í hvora áttina ætti að túlka gögnin að þá færum við alltaf og notuðum alltaf lægri töluna og það var einmitt varandi þess að margfaldar á fleira, þú veist, þetta er byggt á mjög sterkum fyrirmyndum en við erum alltaf að nota varfærnuleiðina, þannig þetta við getum með svona miklu sjálfstrausti kynnt þessar niðurstöður og staði við þær og einmitt, sko, hinni formlegu eigendur eru ríki og borgin auðvitað bara þjóðin á þetta hús og mér finnst það bara eðlileg krafa, ég bara vil vita það sem einn af eigendum Hörpu er þetta góð business, þú veist, hverju er þetta skila og hér liggur það fyrir, hvað varðar hagrænu áhrifin, það eru eiginlega bara sterkari og glæsilegri niðurstöður heldur en ég hafði þórað að vona en hálfsagan sögð af því að svo eru það þessi menningarlegu og samfélagslegu áhrif sem eru það sko til þess var nú leikurinn gerður og það er ekki eins kannski auðvelt að mæla það en það eru þetta næsta skref að reyna að ná utan það með einhverjum skynsamlegum hætti. Ætla að reyna að láta mæla það? Já, algjörlega. Hvernig gerum maður það? Já, sko, nú er það næsta skref. Við þurfum að skoða líka fyrirmyndir og Harpa er í mjög öflugu svona alþjóðlegu samstarfi við önnur tónlistarhús bæði í Evrópu og Norðurlöndunum og ég mitt var nú að koma að venjuslíkum fundi og sýndi þessa skýrslu og það eru allir ótrúlega áhugasamir en að sama skapi sko voru ýmsir sem sögðu heyrðu passið ykkur nú það má aldrei nota bara og einvörðungu hagrænan eða fjárhagslegan mælikvarða á gildi svona starfsemi og svona hús. En það hefur svolítið verið tækið sem hefur þurft sko til þess að ná pláss í umræðinni að bara með nýfrjálshyggjunni þá verða náttúrulega bara það verður til ömurleg þróun sko, það er bara best að henda því að þetta rauða borða
að allt skal metið til hagnaðar. Þetta sem að þið eruð að nefna hér, það þótti ekki tísku að ræða þetta með þeim hætti sem þið eruð að gera núna fyrir 15-20 árum. Og leiðin að sko blómstrandi menningu virðist oft liggja í gegnum eyru þeirra sem trúa því að það sé ekki verið að brenna peninga. Og þar með verður svona meiri vilji til þess að styrkja og glæða menningu og sinna henni betur, þannig að þetta er alltaf að einhverju leyti dans hins listræna og hins fjárhagslega og praktíska, ekki satt. Jú, það er bara eðlileg krafa að það sé farið vel með peninga. Ég tala nú ekki opinbert fé. Mér finnst það, við bara göngum út frá því og það er okkar mantra á hverjum degi. Og þess vegna meðal annars að þetta er alveg nokkura ára verkefni sem ég er svona ekki búin að gera atrennur að. Það er svona svo sérstaklega gaman að vera komin með þetta í hendurnar af því að það gefur okkur líka bara svona sterkari grundvöll fyrir áframhaldandi kortlagningu. Þannig að við náum utanum og getum þá líka bara haldið áfram að auka þessa verðmætasköpun. Þú veist að tilgangur hússins er að skapa þessi efnahagslegu, menningarlegu og samfélagslegu verðmæti og þetta sýnir svart á hvítu að því öflugri sem starfsemin er, því meiri verður verðmætasköpunin, hinn hagræna verðmætasköpun fyrir samfélagið og það er góður staður að vera á. Algjörlega, ég tek 100% undir þetta og það skiptir svo miklu máli að bæði þjóðin og ekki síst stjórnvöld átti sig á þessu efnahagslegu gildi og mikilvæg starfsemi svo Hörpu en líka bara menningar almennt séð. Við vitum að menningar hagfræði, þetta er bara sérstakt hugtak í hagfræðinni, tekið alveg stakkarskiptum undanfarna áratugi sem sýnir fram á að menning eins og menntun býr við svo kallan markaðsbrest. Það er að segja stjórnvöld, hið opinbera hefur hlutverk að gegna. Ef stjórnvöld hlúa ekki að menningu eða menntun, þá verður einfaldlega til minna af því. Þannig að það er hagkvæmt að styðja við menningu og menntun sem dæmi. Það verða svokallega jákvæð ytri áhrif. Þetta er svona aftur eru komin inn í kennsluhlutverki mitt og í kennitastundum. Og þetta skiptir svo miklu máli sérstaklega til að ná til þess eyrum stjórnvalda sem oft horfa í krónu og aura, alveg með réttu, en þá skiptir svo miklu máli að stjórnmálamenn og stjórnmálafólk átti sig á allri aðfangakeðjunni, verðmætasköpuninni. En ég tek alveg undir það sem Svanhildur segir og þú líka að við sem erum að horfa í krónurna, við þurfum líka alltaf að draga fram ófjárhagslegu verðmæti. Áhrif eins og það verður spennandi þegar Harpa allar taka þetta skref áfram og skoða samfélagslegu og menningarlegu áhrifin. Hversu mikilvæg menningin og Harpa hefur til þess að varðandi sjálfsmynd þjóðar, varðandi hamingju, varðandi bara hvernig lítum á okkur, varðandi tunguna. Þú veit, listin er svo langur og spennandi. Þetta er einfaldlega bara svið sem ég held að þjóðin vilji að við einblínum að og þurfum að hlúa. Við erum lítið menningarsvæði í stórum heimi, það er margs konar áskoranir í okkar heimi, alþjóðavæðingin, gervigreindin, tæknin og svo framvegis. En ef við hlúum bara vel að þessu verðmæta ekki sem menningin er og Harpa er bara stór hluti af því mengi, þá mun okkur farnast betur en ella og líða betur í þessu samfélagi okkar. Já, ég kannski aðeins, ég má bæta við þetta vegna þess að mér og okkur hér allavega finnst að blasa við að menningarlega þá skiptir þetta öllu máli hvað var þessa sköpun og hvaða gildi menning og listir hafa fyrir samfélagið. En svo gleymið stundum að horfa til þess hvað Harpa er mikilvægur vettvangur fyrir þekkingarmiðlun, fyrir tengslamyndun, alþjóðlega og fyrir bara óteljandi faghópa, háskólasamfélagið, atvinnulífið í sínum víðasta skilningi að þarna getur fólk komið saman allstaðar á heiminum, það ræðir hugmyndir, það kemur á viðskiptasamböndum, það deilir þekkingu í hvort sem það er læknisfræði eða tækni eða hvað það er og það er alveg ótrúlega verðmæti í þessu líka sem að auðvitað er hægt að einhvern veginn að flytja yfir í krónur og aura en ekki síður bara þessi óefnislegu verðmætin sem þarna verða til. Og það er alveg galdur, þú veist, til viðbóta við að fara á dásamlega tónleika í Eldborg að vera viðstaddur þessar litríku og kraftmiklu alþjóðlegu ráðstefnur og viðburði þar sem að fólk kemur saman til einmitt að tala saman og deila hvert með öðru. Já.
Sko, við finnum það til dæmis í umræðum listamannalaun að þau eru að mér finnst furðu umdeilt hérna vegna þess að það alltaf hellingur af fólki sem að vill einhvern veginn nota einhverja reikniformúlu og getur ekki sýnt fram á að það fái peningana tilbaka sem að renna í listamannalaun sem að mér veist reyndar persónulega algjör fátækra að gilda. Ég hef einu sinni verið á listamannalaunum og ég hef aldrei haft það jafn skítt og ég bara vil sérstaklega þakka öllu þessu fólki sem að leggur það á sig að hérna sækjum listamannalaun og lætur sér þau duga vegna sem að má nú, síðastir vissi má maður ekki hafa mjög miklar aðra tekjur en sko þið kannist við þetta, er það ekki? Jú, algjörlega. Já, og þú sko hérna pabbi þinn hann kannski ég man eftir honum sennilega er það á 10. áratug síðustu aldar þegar hann fer að svona að reyna að opna augu okkar fyrir því að virði menningar bæði hagrænt sem við kannski ekki komum auga á en líka bara svona andlegt að við þurfum að setja þessi mál í nýtt samhengi. Pabbiðinn, hvað hét hann aftur? Hann heitir Ágúst Einarsson. Ágúst Einarsson. Já. Og það er svolítið fyndið að þú sért hér svolítið í hans sömu sporum í dag. Og fyrir ekki að ég ætla nú ekki að taka drömmuna frá þér og lefa pappaðinu með allt Nei, hann má eiga þetta, þú veist, hann var ákveðin frumkvöðl á þessu sviði, fór í þessar menningahagfræðilegu úttektir varandi ákveðnar listgreinar og þeim tíma kannski þá var stundum menningin þannig svo eins og þetta væri eitthvað luxus eða ölmusa eða eitthvað eitthvað svona á geta hafa þetta og svona og hann og margir aðri bara í kjölfæri og samhliða og svona fóru síðan bara að reikna þetta borgar sig aftur, hagfræðingurinn, hann lítur á það er þetta hagkvæm og menningin er bara einfaldlega hagkvæm fyrir utan allt hitt þannig að en var þetta listamannalaunin þau eru alveg skammalega lág sko. Með þess að listamannalaunin eru lærri heldur hefur reiknað endurgjald skattsins fyrir þau sem þekkja þetta þannig að þau eru bæði of lág og fá reyndar fráfærandi ríkisstjórn reyndar fjölgaði þeim sem var mjög gott en við höfum að halda líka fram velgengissögunum Arnaldur Indriði, hann byrjaði á listamannalaunum Hildur Guðna byrjaði á listamannalaunum þú veist, þetta eru einstaklingar sem hafa síðan unnið heiminn og sínu sviði og við höfum fullt af svona sögum og við vitum ekkert hver næsta velgenginssagan verður en svo erum við líka alveg að styðja listafólk sem bara er í sinni listarana vegna aftur þetta er svið sem væri fábreyttara ef við hefðum ekki þetta stuðningskerfi þess vegna eiga hafa öflugt ríkisútvarp, þess vegna eiga að hafa öflugt þjóðleikhús og listasafn og þess vegna eiga að styrkja nýsköpun og þróun sem tengist hugbúnaðargeiranum. Þess vegna erum við meðal annars með öflugan tölvuleikiðina sem er líka hluti af þessu skapandi umhverfi. Þetta er allt fyrirbæri sem blómstrar enn frekar ef ríki og borg styðja við þetta með fjárhagslögum og pólitískum hætti og það skiptir máli og nú sjáum við bara aftur að þetta er ekki eitthvað sem við höfum að engangi gera þegar við teljum að hafa efni af því vegna við höfum ekki efnað að gera þetta ekki. Nei, við höfum ekki efnað á því að vera með ríki og sveitarfélög sem sitja hjá. Þau eiga að gefa tónin. Já, og ég held að við upplifum það öll, held ég, að þessir tímar eru sérstakir og þeir geta mögulega verið háskalegir. Já. Og fólk að skiptast í tvö horn og það er svona aukast það er að koma allir kólgubakkar á sjóndeildarhringinn og þá skiptir svo miklu máli að vera í þessu samtali og finna þennan sameiginlega vettvang sem til dæmis listirnar búa til þannig að listirnar hafa líka gildi bara í sjálfu sér það þurfi ekki að vera með neitt annað svona ytra gildi ef svo má segja og það aftur að hörpu að eiga sameiginlega svona samkomu hús sem er opið og aðgengilegt og allir geta fundið sig í það á þessum tímum skiptir bara mínum að þetta enn meira máli. Já, og ég get alveg sett á þetta borð bara persónulega kannski er ekkert mótefni sterkara gegn heimsendakvíðanum en að fara á tónleika í Hörpu, hlusta fótgangandi ef það er hægt, hlusta á guðdómlega tónlist og svo leiða svo lítinn lóa heim og finna það hvernig sálin og hjartað og allt hefur breyst og hvernig það er von og fegurð í stað kvíðans og allt þetta.
Þetta er yndislegt og þetta brýr á milli menningarheim og fólks og kynslóða og Harpa er til þess með mjög öflug barnastarf. Það er ótrúlegt sko. Við sjáum að líka við lítum að ennina tölu 1,2 milljónir heimsókna sem koma í Hörpu á ári það bil og þar fyrir utan eru börnin sko. En það er bara skiptimáli að aftur svona erum við kannski að beina líka spjótum að stjórnvöldum að við skilgrum þetta bara sem hlut af undirstu atvinnugreinum okkar. Það sé ekki bara fiskur, fallvötn og ferðamenn, en það sé líka menning. Það skiptir til þess miklu máli að við náðum að verja menningarráðuneytið. Það verður aðri málaflokkar líka þar undir, að það skildi ekki til þess ekki fara undir menntamálaráðuneytið. Það var eitthvað skúffað þar eins og það var hérna fyrir nokkrum árum. Þannig að þú vilt meina að það skiptir raunverulegu máli? Það skiptir mjög miklu máli. Ekki nokkur vafi. Og hérna... Fyrir ekki að greip frá mér? Nei, það er bara, þú veist, maður getur að tala endalaust þetta, en mér langaði líka að nefna eitt hérna út af tónlistarskólana, tónlistarnám, ég langar bara nýta tækifæri. Það er eitthvað sem kynntist líka gerð þessar skýrslu meðal annars að við þurfum að huga því hvers konar krakka við erum að fá í tónlistarnám. Á sínum tími þegar Gylfi Þór Gíslason, menntamálaráðherra, stóð fyrir tónlistarskólunum hér á 7. áratugnum, þá voru þeir opnir, þeir voru ódýrir. Og það gátu margir farið í tónlistarnám. Og þetta er eiginlega undirstaða að mati margra, undirstaðan stóri velgengni tónlistarfólks íslenskt. Það oft meðan þegar við hittum útlendinga, hvað veit það um Ísland? Það er tónlist, það er menningin. En núna erum við að heyra það að tónlistarnám getur verið ansið dýrt. Já, það er dýrt. Og við erum að fá og einsleita hópa inn í tónlistarnámi. Þetta er að verða yfirstéttar sport. Já, allavega og þröngur hópur. Í efnahagslega tilliti. Já, hvað með fólk af bara fátakari fjölskyldum eða innflytjendur eða hvaða hópar sem er svona á jaðrinum, hvernig við lítum á það. Þeir eiga líka, þessir hópar, að hafa aðgengi að tónlistarnámi. Þetta er því miður bara samsvarandi þróun eins og við sjáum bara á öðrum Norðurlöndum og löndunum í kringum okkur að þetta er svona áhyggjuefni þegar að stjórnendur þessara húsa koma saman. Það hvernig verða svona symfóníuhljómsveitir mannaðar til lengri tíma, hvernig tryggjum við það að gestirnir, að hópurinn sé breiður og húsin séu aðgengileg og áhugaverð fyrir alla þessa fjölbreyttu hópa. Allir verða að fá tækifæri. Já, og nákvæmlega, þannig að þetta er auðvitað stórmál þegar horft til framtíðar íslenskrar tónlistar. En ég er mjög ánægður með að við sem eiga þessa pólitísku umræðu menningamál og þetta er náttúrulega algjörlega óþolandi sko, hvað er farið að sverfa að efnaminni fjölskyldum þegar kemur að tækifæri með þessum heimi. Ég hef tekið eftir þessu, bara svo í áframhald og persónulegum nótum. Ég hef alveg tekið eftir áhorfenda hópnum á tónleikum þegar eru tónleikar hjá börnum í tónlistarskólum hér í Reykjavík. Þetta eru allt saman breið bök sko. Það er bara mjög lítið af fulltrúum frá bara öðrum hópum og það má eiginlega líka sko setja spurningamerki við sumt af íþróttastarfinu. Það þýðir ekkert að benda á einhverja frístundastyrki upp á 50-70 skall, þeir rakka ekki neitt sko. Og ég held við þurfum að fara bara í svona grundvallar endurmat á jöfnuð í þessum efnum. En það er aðeins utan við kannski umræðurinn dagsins. Í raun og veru ekki, vegna þess að með dagskrárstefnu sem að við mótuðum og komum í fulla virkni fyrir núna að verða 3 árum, að þá lögðum við ríka áherslu á fjölskylduvæna viðburði, barnamenningu og að öll þessi dagskrár sem væri á vegum hússins sjálfs, nú eru alls konar sjálfstæðir viðburðahaldara sem eru með leikrit eða annað eða sem selt inn á og gott og vel, en allt sem að húsi gerir sjálft er gjaldfrjálst. Það bara þarf ekki að borga neitt fyrir það. Og við opnuðum þarna eftir heimsfaraldurinn þá opnuðum við frábært nýtt svona upplifunar, uppgötunar rými fyrir börn sem að er algjörlega snýst og hverfist tónlist í víðasta skilningi. Við höfum verið með svona skipulagða skoðunarferðir fyrir börn á 7 tungumálum. Pólsku, arabísku, spænsku, táknmáli og svo framvegis. Og þegar við mælum viðhorf fólks sem er gert einu svona ári maskína að gera fyrir okkur, svona landsvísu, þá sjáum við mjög skýrt núna í síðustu könnunni frá því september í fyrra að efnaminni hópurinn er að koma meira í húsið og er með miklu jákvæðari viðhorf heldur en við sáum hér árum áður. Þannig að þetta skila sér bara algjörlega beint sko. Og mjög ánægulegt að sjá það og þarna er bara viðleitni og mjög skýr stefna hússins að
ná til þessara hópa. Einmitt. Heyrðu, það búið að vera mjög forvitnilegt og skemmtilegt að hérna fá ykkur hér að rauðaborðinu og bara ánægjulegar fréttir, mjög áhugavert að heyra niðurstöðu þinnar vinnu, Ágúst Ólafur, og Svanhildur, þú má ekki hrósa þér sem bústýru. Sko, ég er ekki betur. Ég er bara húsmóðurinn, sko. Það er risastór hópur sem að stendur á bakvið þessar góð niðurstöður, en takk fyrir góð orð. Já, einmitt. Takk fyrir komuna. Takk hérlega. Takk. Nú, þættinum þá lokið hjá okkur í kvöld. Ég vil minna ykkur á að ef þið sjáið efni sem að þið viljið deila, hvort sem það er á Facebook eða YouTube eða hvað það er, þá endilega gerið það á samfélagsmiðlum. Við erum svona alltaf að stækka dag frá degi og fleiri sem að verða meðvitaður okkar tilvist. Ef þið eruð aflögufær 2500 krónur á mánuði, þá gæti líka verið góð hugmynd að fara inn á vefinn samstöðin.is, skrolla aðeins niður að hnappi þar sem stendur áskrift og fyrir svo lága fjárhæð, svona eins og einn hamborgari kostar, þá getið þið haft bara ansi mikið það að segja hvort samstöðin heldur áfram að lifa og dafna. En rauðaborðinu lokið í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.